Elsku fjölskylda og vinir, í dag erum við komin saman hérna í þessari fallegu kirkju, Hafnarfjarðarkirkju, við sjóinn fyrir elsku sjómanninn, til þess að vera saman og finna stuðning af nærveru og nálægð hvers annars, þegar við kveðjum Jóhann Karl Benediktsson hinstu kveðju. Og það er dýrmætt að vera saman á kveðjustundu, því það er svo gott að geta fundið fyrir hvert öðru, faðmast, þurrkað tárin og verið saman. Á þessari kveðjustundu ætlum við að þakka. Við ætlum að þakka fyrir lífið hans Jóhanns og við ætlum að fela hann í allt vefjandi kærleika Guðs, leið og við biðjum fyrir öllum þeim sem sakna og syrgja í dag. Við skulum helga þessa stund með því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við biðjum. Elskandi Guð, við felum söknuð okkar og sorg í þínar hendur, vitandi að söknuðurinn er merki ást og kærleika og þakklæti. Gef að við finnum huggun og styrk í góðum minningum og hjálpa okkur að treysta því í hjarta okkar, að nú hvílir hann í þínum friði, í þínum óendanlega kærleika, í þinni eilífð. Amen. Ég les Davíðssálm 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína,
leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Amen. Rísum á fætur og heyrum heilagt guðspjall. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. Yesterday, all my troubles seem so far away.
Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. And I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday, and why she had to go, I don't know. She wouldn't say. And I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Einstök. Við erum öll einstök. Hvert og eitt okkar undursamleg sköpun Guðs og Jóhann Karl var svo sannarlega alveg einstakur. Jóhann Karl var stoltur af börnunum sínum. Ástvinir hans segja að hann hafi verið heimakær og liðið vel einn með sjálfum sér. Hann var sjálfstæður og harðduglegur til vinnu. Hann var maður fárra orða, en hann var orðheppinn, stundum bókstaflegur og átti til að vera stríðinn. En umhyggju og væntumþykju sína sýndi hann með verkum og gjöfum, með því að hjálpa til eða kannski bara millifæra smá aur. Hann var kannski ekki duglegur að segja fólkinu sínu hversu stoltur hann var af þeim, en hann hrósaði þeim í eyru annarra, sagði öðrum frá hvað honum þætti mikið til þeirra koma. Hann vildi ekki athygli og svo vel tókst honum að forðast hana að fjölskyldan var í vandræðum með að finna myndir af elsku Jóhanni. Hann vildi aldrei vera með neitt vesen eða það væri haft fyrir honum á nokkurn hátt og alls ekki skulda neinum neitt. Þegar farið var út að borða, þá vildi hann borga. Og ef einhver sótti hann eða skutlaði honum, þá vildi hann fá að borga fyrir bensín. Jóhann Karl fæddist á Hólmavík 29. desember 1945, sonur hjónanna Benedikts Sigurðssonar og Hjálmfríðar Lilju Jóhannsdóttur. Hann ólst upp í stórum systkinahópi, en þau voru 22 systkin. Hann átti 12 alsystkin og 9 hálfsystkin samfeðra og nú eru þau 3 eftir sem kveðja bróður sinn í dag.
Ragnheiður, systir hans og náin vinkona, minnist þess að það hafi verið líflegt að alast upp í svona stórum barnahópi. Alltaf líf og fjör og mikið skemmtileg uppátæki. Að húrra sér niður snjóbrekkur í bala eða keyrum í heivagninum, alltaf eitthvað líf og fjör. Og hún, litla systirinn, hafi óspart verið notuð sem sendiboðin með skilaboð til mömmu. Megum við strákarnir hitt og þetta, megum við strákarnir, var alltaf viðkvæðið. Hún var ein af strákunum og náin vinátta þeirra hélt út í gegnum lífið. Við getum séð það fyrir okkur í ævintýra ljóma að alast upp í svona stórri fjölskyldu. Í óspilltri náttúrunni á Vestfjörðum og vissulega var samheldnin mikil og hversdags ævintýrin mörg. En æska Jóhanns Karls var mörkuð af alvarlegu slysi sem hann varð fyrir aðeins 2 ára gamall. Litla barnið drakk vítisóda sem olli alvarlegum bruna á vélindanu og honum var ekki hugað líf. En þrátt fyrir takmörkuð úrræði á þeim tíma til að lækna og græða og styðja við barn með svo alvarlegan áverka, þar náði hann sér á strik. Og það sýnir hvað var sterkt í honum. En þetta háði honum alla tíð og sennilega miklu meira en fólk gerði sér grein fyrir. Hann vildi jú ekki láta gera vesen út af sér og forðaðist athygli og lét því lítið á því bera. Sem barn var hann líka fyrir því í einni læknisheimsókninni að stórri slöngu var troðið í vélindað sem var að miklu leyti saman gróið og þetta var mikið áfall fyrir hann og gerði það verkum að hann fór helst ekki til læknis. Lét ekki reyna á að láta laga kyngigetuna eða bæta lífsgæðin. Hann fann bara sína leið til að lifa með þessu. Og það var ekki fyrir 5 árum sem hann byrjaði að fá meðferð við samgróningunum og fór í 40 vélindavíkkanir núna á þessum 5 árum. Jóhann Karl fór ungur að vinna eins og tíðkaðist. Kannski bara 12 ára gamall, byrjaði hann að stunda sjóinn í strandveiðum og 14 ára varð sjómennskan að hans atvinnu. Og sjómennskan varð hans ævistarf, en hann sigldi alla tíð á meðan heilsan lifði. Heilsan sett honum aðeins skorður síðustu árin. Hann barðist reyndar við Bakkus á yngri árum, en eftir að hann hætti að drekka og fór í meðferð fyrir 40 árum, þá var það bara úr sögunni. Hann hélt bindindi. Það lýsir því kannski hvernig hann gat tekið ákvörðun og bara haldið sig við hana. Svona getur þrjóskan stundum verið til góðs. Jóhann Karl fékk æðastíflu þegar hann var 45 ára og svo aftur rúmlega 60. Og það reyndist honum nokkuð þungbært að hafa ekki fulla orku og starfsgetu. En þegar hann keypti sér hjól, IKEA rafmagnshjól, var eins og að lifnaði yfir honum, 70 manninum. Hjólreiðarnar bættu miklum gæðum við líf hans og veitti honum gleði. Hann naut þess að hjóla í fallegu og stórbrotnu umhverfinu á Tálknafirði. Og þetta smitaði út frá sér í bænum og fleiri kallar bættist í hópinn. Sem ungur maður fann Jóhann Karl ástina í fyrra skiptið í lífi sínu. Hana Þorbjörgu Ólafsdóttur. Jóhann og Þorbjörg giftust 1. janúar 1967, bara rétt rúmlega 20. Og þau gengu saman lífsins veg til ársins 1980 þegar leiðir skildu. Þau eignuðust 3 börn, Benedikt Má, Auði og Ólaf Fannar. Og Jóhann Karl var mjög stoltur af börnunum sínum alla tíð.
Á þeim árum sem börnin fæddust bjó fjölskyldan á Hnífsdal, en leitin að betri kjörum gerði það verkum að þau fluttu oft og bjuggu meðal annars á Suðureyri og Eyrarbakka skeið. En þegar þau hjónin skildu, fluttu Jóhann Karl og Benedikt til Ísafjarðar, heim á Vestfirðina, þar sem Jóhanni leið alltaf best. Síðar á lífsleiðinni átti hann eftir að finna ástina að nýju, þegar hann og Ingeborg felldu hugi saman, en þau bjuggu saman 10 ára skeið. Þegar Auður og fjölskyldan hennar fluttu vestur, varð samgangurinn meiri. Jóhann Karl var duglegur að koma við og fékk tækifæri til að sýna umhyggju sína með verkum. Falleg dæmi það eru til dæmis þegar hann var búinn að bera búslóðina inn áður en að þau komu. Og eins þegar hann var bara mættur upp á þak til að hjálpa til þegar það þurfti að skipta þakin út og fleira í þeim dúr. Og á þeim tíma naut hann sín líka í afahlutverkinu. Var duglegur að fara með barnabörnin í bíltúr í jeppanum, kenna þeim að veiða, enda var það líf hans og yndi að ferðast innanlands. Og börnin hennar Auðar eiga góða minningar frá þeim tíma. Eða eins og Þórhallur, barnabarn og vinur afa síns orðar það svo fallega. Í hjarta mínu mun ég geyma ferðalögin okkar. Við keyrðum Vestfirðina og hlustuðum á Johnny Cash klukkutími saman, með reglulegum stoppum að skoða söfn og náttúru undur landshlutans okkar. Vestfirðirnir voru svo sannarlega landslutin hans Jóhanns. Það var ómissandi hluti að fara með fjölskyldunni á hverju sumri vestur í Bjarnarfjörð og dvelja í þeirri paradís sem það er, með heitum laugum, tjalda við læk og veiða. Jóhann Karl fékk mikla ánægju út af því að ferðast landið okkar fallega og skömmu áður en hann veiktist fyrir 5 árum fóru hann og Auður í ferð á æskuslóðirnar á Drangsnesi, ferð sem var þeim báðum mjög dýrmætt. En það var þá fyrir 5 árum sem Jóhann Karl veiktist mikið og hann var illa á sig kominn þegar hann hringdi í Auði og Björn sem keyrðu vestur og sóttu hann til að koma honum undir læknishendur. Eftir það flutti hann suður og naut umhyggju fjölskyldunar sinnar síðustu æviári. Jóhann Karl lést 3. október síðastliðinn. Þá seig sólin hans í sæ í síðasta sinn. Það er svo merkilegt hvernig sorg og þakklæti, söknuður og sátt geta haldist hönd í hönd í lífi okkar. Og við finnum það sterkt á stundum eins og í dag þegar við komum saman til að kveðja elsku Jóhann Karl ykkar. Jóhann Karl skilur eftir sig margar dýrmætar minningar sem hugga á kveðjustundu. Við sem eftir lifum, við vitum ekki alveg hvað er sem tekur við í eilífðinni. Og öll höfum við einhverjar ólíkar hugmyndir það og það er allt í lagi. En trúin, hún leyfir okkur að sjá fyrir okkur fallegt framhald. Hún leyfir okkur að sjá fyrir okkur margar vistarverur, þar sem engin þjáning er til og þar sem við megum sjá elsku Jóhann Karl fyrir okkur, að brasa við það sem honum þótti best. Á sjó, að tjalda við læk, veiða með barnabörnunum eða kannski bara þeysast áfram á rafmagnshjólinu. Og þó við vitum ekki hvort eða hvernig lífið heldur áfram, þá vitum við að kærleikurinn og væntumþykjan lifir áfram í hjörtum okkar. Megi góður Guð blessa minningu Jóhanns Karls Benediktssonar. Góðar og hlýjar kveðjur hafa borist frá Benedikt Sverrissyni og fjölskyldu í Tælandi og frá Magnúsi Magnússyni og fjölskyldunni í Noregi.
Og ég var einnig beðin að koma því á framfæri að ástvinir Jóhanns Karls bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í safnaðarheimilinu að athöfn lokinni. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for that tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I found it very, very easy to be true. I find myself alone each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I know that proves you right. Because you're mine, I walk the line. You got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for that tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Við biðjum saman. Elskandi Guð, á þessari kveðjustundu biðjum við þig að vera með fjölskyldu og vinum Jóhanns Karls. Veittu þeim huggun, styrk og von í sorginni. Við biðjum þig að umvefja þau með hlýju og mildi. Við þökkum þér fyrir Jóhann Karl og lífið hans allt. Fyrir allar dýrmætu minningarnar sem við nú berum áfram í hjörtum okkar. Við felum söknuð okkar og sorg í þínar hendur. Gef að minning Jóhanns lifi björt og hlý í hjörtum okkar, þar til við sameinumst á ný í ljósi kærleikans í sumarlandinu bjarta. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Guð hefur kennt og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Við skulum rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur gefið okkur lifandi von fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Já, ég er komin heim. Sól slær sigri á vogan, sjáðu jörðin loga. Allt er bjart yfir okkur tveim, því já, ég er komin heim. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen.